Siglufjörður hefur upp á svo rosalega margt að bjóða og í dag ætla ég að kíkja á 2 hluti. Síldarminjasafnið hérna á bak við mig og ætlum ekki að kíkja þar inn. Ég ætla að kynna mér aðeins þyrluskíðamennsku sem hér hægt að stunda og sívaxandi fyrirbæri hérna á svæðinu. Og svo ætla ég að kíkja á súkkulaðikaffihúsið Fríðu. Það heimsókn sem ég get ekki beðið eftir. Velkomin til Viking Helsingi, þetta skíðaherbergi okkar. Hérna gerast ævintýrin skal ég segja þér. Við erum með yfir 150 pör skíðum hérna hjá okkur sem gestir okkar fá á vali þegar mismundi hvernig færi og svoleiðis. Hérna sjáum við leiðir mikið sem við erum að skíða með okkar gestum. Við erum með hérna gular, rauðar og svartar liti. Það fyrir eftir bara hvað erfiða brekkunar sem við erum að fara. Hérna gerast bara draumarinn, eins og maður segir sko. Og þessi erlendu gestir sem við höfum haft undanfarin ára. Það bara algjörlega sjúkir í þetta og Íslendingurinn ætti að vera algjörlega sjúkur í þetta. Þetta náttúrulega algjörlega klikkað. Svo ég bara mæli með að koma og kíkja á okkur og drífa sig á siglu og sjáumst þar. Nú er ég hérna inn á ákveðnum draumastað margra. Þetta súkkulaði kaffihús á Siglufirði. Fríða súkkulaði kaffihús, listagallerí. Þetta er núna ákveðin draumaheimur hérna. Hérna eru meira að segja innréttingarnar lifandi og skemmtilegar og súkkulaði borðinu. Það breytist frá degi til dags. Hérna er ég komið með aðeins í hendurnar. Þetta er ljóst karmelu súkkulaði með koníaksfyllingu og það er ekkert slæmt koníak í þessu heldur. Það er svona eitthvað sem við auglýsum ekkert endilega en þetta er rosa flott. Þetta er rosa flott og látum okkur sjá. Þessi bannaða börnum. Þetta er svona bara fyrir fullorðna. Þegar ég er að þvælast og blaðra í þessa myndavél þá er ég ekki vanur því að fara með ykkur inn á klósett. En hérna á súkkulaði kaffihúsinu Fríðu á Siglufirði, þá er ekki annað hægt. Sjáu þið að hér eru heimsbókmenntir svoleiðis upp alla veggi. Þetta er alveg geggjað. Hér á Tröllaskaga er líf. Ég er hérna við Karlsá Lodge, það sem Arctic Heli-skiing hefur bækistöðvar. En hér var að lenda þyrla með fjallaskíðamenn og þyrluskíðamenn. Það er ansi skemmtilegt að fylgjast með þessu og ég hef aðeins fengið að kíkja í þyrluna hjá þeim og ég mæli svo heilshugar með því að þið pröfið það sjálf. Þetta er geggjað. Við þurfum ekki að fara til útlanda til að upplifa eitthvað algjörlega óraunverulegt. Ég er komin á skíðasvæði á Dalvík. Það er ekki mikill snjór í augnablikinu en svæðið er skemmtilegt og dalvíkingar eru það skynsamir að sá snjór sem fellur, hann fellur beint í brautirnar. Ég hef bara ekki séð betra skipulag á skíðasvæði, ég verð nú bara að segja það. Nú er ég komin á Hauganes einu sinni sem oftar. Og hérna ætla ég að skella mér í pottinn, hérna við fjöruna, hérna í sandfjöru sem snýr í suður eru nokkri pottar. Ég ætla að sýna ykkur þá og skella mér í. Það er hreint alveg yndislegt að sitja hérna í pottinum, horfa út á sjóinn. Þetta er afskaplega friðsælt. Potturinn er heitur. Pottarnir eru heitir og góðir. Svo, ef þið vilja, það vilja alltaf hoppa út í sjóinn. Ég ætla ekki að gera það núna. En það er fólk til sem gerir það, skal ég segja.
Hérna á bakvið mig sjáum við pottana hérna á Hauganesi. Þetta er frábær aðstaða og þetta er svona heiðarleika kerfi. þar sem þú kemur með pening, borgar í kassan, skelliður honni, hægið ykkur bara vel og gangiði vel.